Komið sæl, fyrir hönd RIKK Rannsóknarstofnunar í jafnréttisfræðum og Jafnréttisskólans gest, býð ykkur velkomin á Hannúð, þöggun og berskjöldun. 7. og jafnframt síðasta samtalið á dagskrá RIKK og Jafnréttisskólans á vormisseri 2021. Ég heiti Elín Björk Jóhannsdóttir, ég starfa sem verkefnastjóri RIKK og fer með fundarstjórn í dag. Dagskráin þetta misserið er haldin undir yfirskriftinni í kjölfar MeToo og MeToo Thinking Forward á ensku, þar sem viðburðirnir hafa ýmist verið á ensku eða íslensku. Og upptökur af fyrri viðburðum má nálgast bæði á Facebook síðu RIKK og heimasíðu stofnunarinnar, rik.hi.is. Á misserinu höfum við haldið áfram með rannsóknir og umræður tengdar MeToo og 2 bókum sem RIKK hefur nýlega staðið útgáfu á. Annars vegar 5. heftisins í ritröð RIKK fléttum MeToo sem gefin er út af RIKK og háskólaútgáfunni. Og hins vegar The Routledge Handbook of the Politics of the MeToo Movement sem er gefin út af Routledge útgáfunni í Bretlandi. Fyrirlesarar dagsins eru þar Nanna Hlín Halldórsdóttir og Eyja Margrét Brynjarsdóttir. Og þær kynna fyrst rannsóknir sínar í erindum áður en það ræða saman MeToo, Hannúð, þöggun og berskjöldun. Nanna Hlín er doktor í heimspeki við Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar á sviði femínískrar heimspeki, gagnrýnna fræða og læknahugvísinda. Hún hefur rannsakað hugmyndir sem snúa að valdi, jafnrétti, berskjöldun og nú síðast þreytu. Eyja Margrét er prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar eru mest á sviði félagslegrar heimspeki, einkum félagslegrar frumspeki og þekkingafræði, femínískrar heimspeki og hagnýtrar siðfræði. Nanna Hlín og Eyja Margrét eiga báðar greinar í fléttum og einnig í Routledge handbókinni. Eins og flest hafa tekið eftir hefur ný bylgja í anda MeToo hafið innreið sína á Íslandi á síðustu vikum. Í dag verður rætt hvernig hún hefur sprottið upp sem andóf við gerendameðvirkni og Hannúð, eða á ensku sympathy, og þær aðferðir sem notaðar hafa verið til að hindra þolendur í að benda á gerendur í kynbundnu ofbeldi. Einnig verður rætt mismunandi hliðar á berskjöldun, eins og kröfuna að þolendur rifji upp og afhjúpi afar erfiðar minningar úr lífi sínu, til að vera trúað, og hvernig þeir sem eru í forréttindastöðu geta stundum nota berskjöldun á réttum augnablikum, sjálfum sér til framdráttar. Spurt hvað ávannst með MeToo fyrir nokkrum árum og hvað þarf enn að bæta. Hvernig breytum við gildunum sem ræktuð í samfélaginu, þannig að hægt sé að uppræta þessa slæmu hlið menningar okkar. Og áður en ég gef fyrirlesurum orðið, vil ég benda áhorfendum á að þeim gefst tækifæri á að senda inn spurningar í spjallinu hér á Zoom. Og eftir stutt samtal Nönnu og Eyju sem fylgir erindunum, þá munum við taka upp spurningarnar sem að koma inn. Þá gef ég þér orðið, Eyja. Já, takk. Já, komið sæl öll og gaman að vera með þessu. Já, náttúrulega eins og Elín nefndi þá hefur farið af stað þessi nýja MeToo-bylgja á Íslandi og sem var kannski svolítið svona óvænt. Þetta er eitthvað svona, já, mjög sjálfsprottið og sem gerðist svolítið skyndilega. Og það verður óhjákvæmilegt að bera saman það sem að gerast núna við það sem átti sér stað síðla árs 2017 og óhjákvæmilega það mjög freistandi að fara að spyrja hvort öll fyrirhöfnin fyrir nokkrum árum hafi virkilega bara skila svona litlu og þess vegna þurfa að ráðast í annað eins réttrúmum 4 árum síðar. Í fyrri bylgjunni 2017 þá var mikil áhersla lögð á að þolendur kynferðisofbeldis og kynferðislegrar áreitni fengi að tjá sig að hafa orðið fyrir slíku til þess að varpa ljósi á hve útbreiddur vandinn væri og hvað birtingarmyndirnar væru margar. En í þessari nýju bylgju hefur áherslan verið kannski svolítið meira á að bregðast við gerendameðvirkni eða svokallari Hannúð, sympathy, og
hannúð þetta komið frá bandaríska heimspekingum Kate Manne sem hefur skilgreint hannúð sem óeðlilega eða óviðeigandi samúð með karlkyns geranda eða sakamanni umfram kvenkyns fórnarlambans. Og þessa hannúð og gerendameðvirkni, þetta orð að bera fram, það getum við flokkað með bakslagsviðbrögðum við MeToo átakinu sem var fyrir nokkrum árum og auðvitað voru þessi fyrirbæri til áður, það ekki eins og gerendameðvirkni sé eitthvað nýtt fyrirbæri og það hefur heldur betur verið til í ríkum mæli, en hjá sumum virðist jafnvel hafa verið gefið í sem svona eitthvað viðbragð. Bakslagsviðbrögð eiga sér gjarnan stað þegar eitthvað svona gerist þegar verið að krefjast einhverja réttinda eða eitthvað svona stórt átak í réttindabaráttu. Þegar kröfurnar orðið þá háværar að einhverjir slái af forréttindum sínum sem getur þótt erfitt að þurfa að láta eitthvað hendi til að jafna kjör eða stöðu gagnvart þeim sem hafa mismunun. Þau viðbrögð sem við höfum séð hafa meðal annars verið ummæli að nú væru kröfur kvenna farnar að vera bara of háværar og ganga of langt og það megi bara ekkert lengur. Að ástandið sé nú bara komið í gott jafnvægi og algjört rugl að vera að heimta eitthvað meira. Og við hefum líka séð aðfarir gagnvart þolendum kynferðisofbeldis sem hafa gerendur sína eða gagnvart þeim sem hafa lýst yfir stuðningi við þolendur og tekið undir það opinberlega að þau tryðu því að tilteknir menn hefðu gerst sekir ofbeldi. Og þannig hafa til dæmis meiðyrðamálsóknir verið notaðar sem þöggunartól til að hindra þolendur ofbeldis í að segja frá því hver hafi verið að verki. Þessi nýja MeToo-bylgja hún fór af stað sem viðbrögð við þessu bakslagsandrúmslofti og eins og við kannski þekkjum flest þá komu upp ákveðin tilvik af sterkri gerendameðvirkni sem fólu líka í sér að trúverðugleiki þolenda var vefengdur mjög gróflega og þetta var svona nokkuð sem gekk fram af mörgum þannig að ég held að mörgum okkar hafi þá reynilega fallist hendur og við höfum hugsað ætli það hafi bara ekkert áunnist með MeToo átakinu fyrir nokkrum árum en svo sem sagt sprettur þessi bylgja upp úr því og þannig að áherslan verður að leggja trúnað á orð þolenda en líka á það að gerendur þurfa að taka afleiðingum gjörða sinna og að kallar almennt verða sína meiri virkni í að bregðast við þeirri kvenhatursmenningu sem þetta grasserar í. Nú ég held ég vona að það sé ekki bara óskryggja en ég held að MeToo átakið fyrir nokkrum árum hafi áorkað heilmiklu og þokað hlutunum allavega í rétt átt. Til dæmis með því að opna mikið á umræðu kynferðislegt ofbeldi og áreitni og fólk fór að tala meira saman þetta og hugleiða meira hvar mörk viðeigandi hegðunar eftir að liggja. Nú auðvitað ýmislegt við þau mörk sem hlýtur nú að hafa legið fyrir áður en svona það andrúmsloft getur náttúrulega skapast að ýmsir hlutir fari að þykja einhvern veginn í lagi sem ætti ekki að þykja í lagi og þetta náttúrulega því miður ekki eitthvað sem verður bara lagfært með einu átaki. Þetta eitthvað sem svo inngróið í feðraveldismenninguna sem við búum við og þegar svona barátta þokast eitthvað áfram þá sem sagt eins og ég nefndi hægt við bakslagi og þá frá þeim kannski sem sjá sínum hagsmunum betur borgið með óbreyttu ástandi eða þá bara frá þeim sem ekki einhvern veginn tilbúnir til þess að horfast í augu við eigin þátttöku í ranglætinu, hvað þá eigin þátttöku í áreitni eða ofbeldi. Og þá verður hægt við að sé reynt að þagga niður í þeim sem ógna þessu ástandi eins og ógnaði til dæmis með því að segja frá gerendum ofbeldis sem vil ekki láta draga sig til ábyrgðar og gerendameðvirknin eða hannúðin gerir það svo verkum að annað fólk í kring fer líka að vilja þagga niður sem segja frá óþægilegum hlutum kannski vini þeirra eða einhverja sem þeir bera virðingu fyrir. Þessa góðu stráka.
og mörgum finnst einhvern veginn bærilegt að meðtaka það að þessi góði strákur, þessi viðkunnulegi maður sem virkar bara ósköp venjulegur að hann geti hafa brotið á annarri manneskju og þá skárra að finna bara leið til að íta þessu frá og þagga niður í þessum óþægilegu röddum sem rugga bátnum. Þannig að þetta oft sennilega ekki markviss eða meðvituð hegðun og auðvitað getur hún kannski verið líka en mjög oft held ég að sé það ekki, heldur einhver svona varnarviðbrögð sem fólk réttlætir svo fyrir sjálfur sér. En það allt meðvirka fólki sem gerir þetta svo erfitt fyrir þolendur og hefur svo mikil þöggunaráhrif. Þegar gerandi ofbeldis neitar sök og vill ekki viðurkenna að hann hafi gert neitt rangt og svo framvegis. En það verður í rauninni miklu verra þegar það orðinn fjöldi fólks sem fylgir sér hann og fer að saka þolanda lygar eða neitar að hlusta þolanda. Þá verður þöggunaráhrifin svo mikil. Og þess vegna mikilvægt að finna leiðir til þess að draga úr þessari hannúðarhegðun. En ég ætla bara að stoppa hér. Takk fyrir Eyja. Nanna, þá fær þú orðið. Takk fyrir. Þakka ykkur fyrir bara að allt þetta Elín, Rík og takk Eyja fyrir þessi góðu orð. Mér langar líka svolítið til þess að bera saman þessar tvær MeToo-byltingar og það í raun og veru það sem að já, þetta bara akkurat að gerast núna þannig að manni þykir þetta svo merkilegt og í raun og veru langar mig til þess að nota berskjöldun sem útgangspunkt til þess að bera þetta saman. Það í raun og veru það sem að ég skrifaði doktorsritgerð og síðan var greinarnar mínar í fréttum og handbókinni á ensku, þær voru báðar berskjöldun og tengsl í raun og veru berskjöldunar og femínískrar heimspeki við nýfrjálshyggju og svona greiningu á kapítalisma. Og það sem ég svolítið búin að vera að hugsa núna, þegar maður að hugsa þetta eru 3-4 ár sem hafa liðið, þetta alveg, mér finnst þetta ekki vera mikil tími en þetta alveg smá tími, að í 2017 að þá var í raun og veru kannski meira verið að stíga fyrstu skrefin við að berskjalda sig. Þá voru konur að koma saman og þolendur ofbeldis og með stuðningi og tengslum frá hvort öðru að þá gat fólk einhvern veginn komið og sagt frá að hafa orðið fyrir ofbeldi og líka í raun og veru sett þetta fengi þau orð yfir reynslu sína. Í staðan fyrir einhvern veginn að skamma sig fyrir að hafa gert eitthvað vitlaust, að þá hafi þetta í raun og veru, hafi þau verið að þola eitthvað. Og í raun og veru var ég svolítið að spyrja mig, af hverju einhvern veginn þetta svona erfitt? Af hverju upplifum maður skömm yfir einhverju sem maður verður fyrir? Og út frá því var ég að greina að það út af því að svona mannskilningur nýfrjálshyggju gera að verkum að við öll reynum að vera sterk og sjálfstæð og í raun og veru ekki sýna á okkur neina berskjöldun. Og þannig var það svo stórt skref að geta komið saman og opna sig og sýnt einhvern veginn að maður væri kannski tiltölulega hrá, maður hefði fullt af erfiðum tilfinningum en réttmætum og þyrfti örugt rými til þess að tala þetta og koma saman eins og það sem svo greinilegt með 2017-byltinguna að það koma hópar saman og oft nafnlausar frásagnir og síðar kannski komu nöfn á sumar frásagnirnar. Og það sem mér finnst akkurat líka mjög merkilegt þetta þú veist að öll þessi orð sem að heyrast alveg líka svolítið núna eins og að vera aumingi, að vera væluskjóða, vera viðkvæm, að þetta eitthvað þegar maður heldur að maður sé þessi manneskja, maður sé bara svo mikill aumingi að maður hef ekki þolað ofbeldið eða hvað það að þá þetta eitthvað sem gengur ótrúlega vel inn í þessa hugmyndafræði nýfrjálshyggju.
þú áttir raun og veru að finnast að vera slæmt að upplifa þessar tilfinningar, að það er eitthvað að þér, upplifa tilfinningarnar, ekki að það sé eitthvað aðformgi samfélagsins. Þannig í raun og veru það sem svolítið að gerast þarna 2017 að með samtakamætti að þá leyfa þolendur og konur sér að vera berskjaldaðar og þannig einhvern veginn breytist eitthvað í tíðarandanum, þannig að það er ekkert jafn mikið gutterað að sem sagt að í raun og veru sýna af sér þessa hegðun. Jafnvel þó svo að eins og að tala að það eru virkilega bakslagsviðbrögð, það er einhvern veginn svo margt sem ennþá í gangi, að þá hefur samt sem áður eitthvað breyst, tel ég. Þannig að í raun og veru þetta kannski, hefur berskjöldun orðið ráðandi í raun og veru miklu meira meginstraums síðan 2017, kannski ekki ráðandi, en hún hefur komið svona inn í meginstraumsumræðuna. En það sem er kannski líka, þótt að berskjöldun sé á mörgu leyti ekki orðin viðtekin, að þá erum við náttúrulega ennþá í nýfrjálshyggja hefur ennþá mikil áhrif og þú veist, það er ennþá þannig að við þurfum einhvern veginn að koma fram sem afskaplega sterk bara til þess að eiga í okkur í þessu kerfi sem við búum í. Þannig að í raun og veru kannski svolítið svona blanda af svona nýrri hugmyndafræði sem kemur að mörgu leyti úr feminisma og þessar svona hugmyndafræði kapitalisma og nýfrjálshyggju. En það sem mér fannst líka svolítið merkilegt út frá orðræðu berskjöldun sem að fræðin hafa sýnt okkur, hafa skoðað, að það er oft, það sem byrjaði í fræðilegu orðræðu, kannski fyrir 15 árum síðan, var rosa mikið svona verufræðilega pælingar að öll séu við berskjölduð, en síðan það sem hefur gerst í fræðunum já, ok, ef við segjum þetta, allir, öll eru berskjölduð, að þá geta forréttindahópar nýtt sér þetta tal til að segja við erum líka berskjölduð. Og þá í raun og veru þessi sértæka gagnrýni sem við erum ofta að koma með til dæmis þetta dæmi að það er ekki alveg að sama fara yfir mörk í hversdagsleikanum og verða fyrir ofbeldi, að þá í raun og veru verða þessi sértöku dæmi gleymast í algildunni, ef við skiljum hvað ég meina, öll eru við berskjölduð. Og þannig hafa valdamiklir hópar verið að nýta sér berskjöldun og orðræðina til þess einhvern veginn að fá samúð. Og það kemur einhvern veginn miklu meira í ljós núna kannski í þessari svona meginstraums hugmyndum og aktivisma sem var svolítið að koma fram í fræðunum fyrir svona 5-6 árum, að við þurfum að setja miklu meiri áherslu á sértækar berskjaldanir. Og að þótt að í raun og veru séu við öll breysk og öll séu við berskjölduð, að þá séu við mjög misberskjölduð. Og það einhvern veginn í raun og veru já, ok, það er mikilvægt að setja þetta algild einhverju leyti fram, en svo þurfum við strax að fara og skoða sértækar berskjaldanir. Og það nefnilega einmitt það sem skiptir svolítið miklu máli þegar maður hugsa berskjölduna, hún orðræða. Og orðræður eru alltaf hægt að nýta sem valdatæki og sem þöggunartæki til þess í raun og veru að hylma yfir þessar sérstöku berskjaldanir. Og í raun og veru það sem mér finnst líka merkilegt þar að þessir skráðandi hópar náttúrulega fá kannski þegar miklu meiri athygli heldur en jaðarsettir hópar. Og þar að leiðandi einhvern veginn kannski styttra í samúðina hjá almenningi. Og í raun og veru þetta, eins og mér finnst þetta svo merkilegt, ég búin að hugsa svo mikið þessa handúð, empathy, hvað hún Og það sem ég mér langar bara að segja svona eitt dæmi frá minni reynslu, einhvern tímann fyrir svona 50 árum síðan, þá var ég í einhverjum súpermarkaði og ég sé
ég sé gamlan mann, grannan mann með hvítt hár og gleraugu vera að setja í poka fyrir fólk og ég vorkenndi honum svo ótrúlega mikið og ég var bara, af hverju vorkenni ég þessum manni? Og þá var ég bara einhvern veginn, þá kom það bara upp í hausinn á mér að grannir, aldraðir hvíti kallar með hvítt hár og gleraugu, ég vorkenni þeim ef þeir eru ekki í einhverju svona flottu millistétta starfi. Sem bara, þetta alveg ótrúlegt að finna þetta hjá sjálfur sér. Ég sýndi þessum manni hannúð fyrir að setja vörur í poka í supermarkaði. Og þú veist, og þetta bara eitthvað sem maður finnur fyrir sjálfur sér. Öll erum við líklegast, finnum við fyrir hannúðinni. Og ég gleymi þessu dæmi ekki vegna þess að þú veist, ég vorkenndi manninum svo ótrúlega mikið og ég skildi ekki mína eigin vorkun. Þannig að það og það í raun og veru það sem að svo merkilegt við einmitt þetta sem verður valdur af þessari nýju MeToo-bylgju að þetta kemur svo sterkt fram og og samúðin náttúrulega, þú veist, það sem kannski máli með berskjöldun að hún í raun og veru hefðbundin kvenlægur eiginleiki, þar að segja að hún ekki eðlislægur kvenlægur eiginleiki, heldur hefðbundin að því leyti að konur hafa alltaf mátt sína í meira mæli á sér berskjöldun heldur karlmenn. Og þar að leiðandi það einhvern veginn vekur það ekki jafn mikla samúð hjá okkur að sjá fullt af konum gráta. Okkur finnst það einhvern veginn eðlilegra að sjá konur gráta. Og þess vegna kannski vekur það ekki jafn mikið samúð hjá okkur að sjá fjöldan allan af þolendum segja frá ofbeldi sínu eins og einum manni sem að kemur fram og iðrast. Út af því það einhvern veginn ekki jafn algengt að þá, og hann einhvern veginn að horfa í gaupnir sér, það ekki rétt íslenska, að þá sýnum við honum fremur hannúð heldur en þessum fjöldamörgu þolendum sem að fara í gegnum miklu meira og eru búin að hugsa á krítiskan hátt alla sína reynslu. Þannig að þetta í raun og veru sýnir okkur kannski líka akkurat mjög margt hvað samúð að hvað hún í raun og veru mikilvægt valdatæki í samfélaginu, þó að hún sé tilfinning hjá okkur. Og hvað við kannski erum fremur gjörn á að sýna einhverjum í meiri forréttindastöðu samúð heldur en þeim sem kannski þurfa á þeim að halda. Og þetta líka hefur að gera með það að það erfitt að sýna einhverjum abstrakt fjölda samúð og þess vegna hefur þetta alltaf verið þannig með stríð og svoleiðis að það þarf að ramma þau inn með frásögn einnar manneski og einnar myndar sem sýnir, þú veist, þetta að gerast þarna. En vegna þess að við bregðumst ekki á sama hátt við einhverjum abstrakt fjölda eins og bara einhverju einu dæmi sem að við höfum kannski ekki séð áður. Og þetta eru kannski þau orð sem ég langaði svona til þess að enda á, bara að já, berskjaldar konur fá ekki samúð í sama mæli eins og kallar sem eru að koma fram og iðrast. Takk. Takk fyrir Nanna. Nú ætla ég bara að leyfa ykkur að taka upp svona þræði sem að þið viljið halda áfram með. Æði. Já, einmitt. Hvar eigum við að byrja í það? Ég fór eitthvað að hugsa þarna í sambandi við þennan mun á því hverjum við trúum og hvar við setjum hvert við beinum samúð okkar þegar fólk berskjaldar sig og hvort að það komi inn í þetta líka eitthvað að einhverju svona kallar í forréttindu, þeir eru allavega í þessum íþjóðshyggju umhverfi þá
þá gerum við ráð fyrir að þeir séu svo sterkir og svona sé ekkert að sýna á sér neina veikleika. Já. Og þannig að þegar einhver kall gerir það, berskjaldar sig, að þá einhvern veginn hugsum við það hlýtur nú virkilega að vera einhver mjög stór ástæða fyrir því að hann berskjaldar sig, þessi sterki virðulegi maður. Þannig að það hlýtur að vera bara rosalega mikil ástæða til þess að hafa samúð með honum. Á meðan einhver sem er í undirskipum hópa, þá einhvern veginn eigum við meira vona því að þau eru alltaf eitthvað vælandi eða. Já, akkurat. En það er akkurat svolítið málið út af því að þessar svona ráðandi hugmyndir þar að breytast svolítið. Og út af því að myllumerki góðu strákarnir hafa verið að koma fram, að það eru kannski þessar, týpur sem við köllum góðastrákarna sem lesa tíðarandann betur og sjá einhvern veginn, það gengur ekki lengur að koma fram sem þessi sterki karl. Það er eitthvað að breytast og ég ætla svolítið svona að vinna með það. Og það er eitt af þessu sem að manni finnst kannski svolítið greinilegt með þessi dæmi sem hafa komið fram. Þetta eru alveg kallar sem að reyna að vinna með tíðarandanum, en hafa samt alveg líka fengið svolítið í bakið á sér vegna þess einhvern veginn líka að það sem gleymist einhvern veginn þegar maður hugsa bara berskjöldun að hluti af þessu sem gerðist 2017 var svo mikið samstafan og vera einhvern veginn, me too. Þetta er ekki bara mitt vandamál, það er svo mörg í sömu spor. En þeir svona kannski góðu strákar sem hafa verið að koma fram, þeir hafa svolítið einblítt kannski á sjálfan sig og í raun og veru kannski aðeins minna, myndi ég segja svona, en það samt ég ætla að segja eitt líka, vegna þess að þú varst með svo góðan pistil að fara yfir mörk á hugrás. Og þá var svo góðu punktur sem varst að tala að vonandi var það ekki fréttnæmt að menn væri breyskir, en á einhvern hátt það samt fréttnæmt. Og einhverju hátt það náttúrulega það sem við erum kannski svolítið að gera núna, það ekki fréttnæmt einhvern veginn að konur séu breyskar. Þær hafa sýnt á sér, þær hafa sýnt þessa mannlegu hlið kannski alltaf og eru bara alltaf við þeim sporum. Ég meina að maður sé bara með krakka einhvers staðar út á götu og hann grenjar og grenjar. Maður einhvern veginn alltaf rosa breyskur í þessum svona kvenlegum hlutverkum. En það hefur verið meira fréttnæmt að kallar sýni að þeir séu breyskir. Og það ennþá kannski svolítið verið, það ennþá pínu fréttnæmt. Þannig að núna fer ég á móti þessum skemmtilega punkti í greininni þinni. En það beinist þess líka að því sem að mér finnst ótrúlega gott við þessa MeToo-bylgju að konur og þolendur svolítið að segja ábyrgðin ekki okkar, hún kallana. Þeir þurfa svolítið að fara að tala saman, kannski mynda hópa og vera bara, af hverju varð ég að þessari manneski sem beitt af ofbeldi? Hvað var það sem að fekk mig til einhvern veginn að gera þetta og hitt? Og þá kannski finna þeir, að það alls konar reynsla sem þeir eiga sameiginlegt sem að var erfið fyrir þá eða hvað sem og eiga eftir að geta unnið með það saman. Og það svolítið verið að kalla eftir því, það ekki? Jú, það held ég og það náttúrulega alltaf einhver ástæða fyrir öllu og hlutirnir gerast ekki í tómarúmi og það náttúrulega eitthvað maður svona fyrir að kannski að hugsa hvað það með þessa menningu okkar sem gerir það að verkum að svona margir kallar finna hjá sér þessa ofboðslega sterku þörf til þess að beita afli, hvort sem það líkamlegt afli eða einhvern veginn að svona staðfesta völd sín að það getur ekki verið einhvern veginn manneskja
sem í góðu jafnvægi og sem lifir í sátt við aðra manneskjur og heiminn í kringum sig sem að hefur þessa miklu þörf eða já, einhvern veginn að fyrir að vera svona já, ekki, það vantar, mér finnst vantar svo íslenskt orði við bully sem að en það náttúrulega svona en það náttúrulega ákveðin svona hegðun sem að kannski svolítið hvatt til í ákveðinu svona samhengi að þú átt ekki að sýna inn veikleika, þú átt bara að vaða áfram og fá þínu framgengt og ef þú gefur einhvern afslátt af því, ef þú bara, ef þér tekst ekki að knúa í gegn nákvæmlega það sem þú vilt og þá skiptir kannski ekki máli hvort það eru sko kynlíf eða viðskiptasamningar sem verið að tala að ef að þú bara, þú veist, ferð ekki alla leið og þá ertu bara aumingi og þannig að það einhver svona hugsunarháttur. Akkurat, einmitt. Og mér hefur líka fundið svolítið merkilegt að það hefur komið svolítið mikið fram svona hugmyndir sem sagt svona sálfræðilega greinar að gerendur eru, þú veist, sýni margir hverjir af sér svona hegðun sem að þeir geta verið narsissistar, sem maður segir þetta, og sem að einmitt svolítið greinilegt, en það sem líka svolítið greinilegt, ef maður skoða til dæmis þessa svona fígur sem kemur út frá nýfrjálshyggju, að hún narsisísk. Þessi stereotýpa sem að nýfrjálshyggja segir okkur að vera og segir okkur að vera til þess að vera í samkeppni sem þú veist, einhver svona valda samkeppni við aðra einstaklinga að vera sjálfhverf og hugsa bara okkar eigin hag. Og þetta einhvern veginn það sem að ég meina, og þú veist, auðvitað þetta, ég tek þetta út frá nýfrjálshyggjunni, þetta náttúrulega eitthvað sem að tendens kannski bara í öllu mannlegu lífi, en þetta hefur í nýfrjálshyggju verið séð sem bara ágætis dyggð, að þú bara meiri í raun og veru vera svona. Og það ekki svolítið það sem að við erum svolítið svona að fara gegn. Þetta bara ekki dyggð að vera og þrátt fyrir. Og mér finnst við sjá þetta líka í svona menningunni bara í kringum sko stofnanir og fyrirtæki og að eins og til dæmis að, ég meina það hefur örugglega mjög mörg sem að kannast við að hafa lent í einhverjum svona að maður á í einhverjum samskiptum við einhverjum stofnun og það verða einhver mistök, maður lendir í einhverjum mistökum hjá stofnuninni sko, og þá lætur maður vita af því eða sendir inn einhvern erindi til viðkomandi stofnunar, hey, þetta þið hafið ruglast eitthvað en þetta einhver mistök eða eitthvað svona og þá svo oft sem að það kemur þá bara svarið tilbaka, nei þetta voru ekki mistök og það talað við manni sem að sé algjör astni og það eins og að sé bara svona alveg stefna hjá viðkomandi stofnun að viðurkenna aldrei mistök og þetta í rauninni svona narsísista hegðun, þetta með að ég hef alltaf rétt fyrir mér, ég má ekki sýna mér þann veika að ég geti mögulega að hafa klúrað einhverju. Þannig að þetta alveg, held ég, sami kúltúrin. Já, nefnilega, sko. Þetta einhvern veginn hefur svolítið ráðandi. Og þú veist það sem mér finnst ótrúlega merkilegt líka svona ef ég hugsa MeToo með öðrum svona samfélagsbreytingar sem hafa verið að gerast, að þá einhvern veginn spurningin, þú veist, verið að gagnrýna þetta einmitt á öllum levum? Verið að gagnrýna það bara einmitt í bara hvernig samskiptum við eigum við stofnanir, og hvernig í raun og veru stofnanir, hvað hlutverk stofnana gagnvart fólki í samfélaginu. Og mér finnst það í raun og veru, mér finnst alltaf eins og MeToo sé hluti af stærra samhengi. Ég held út af því að þú hefur verið svo
mikið að benda á bakslæð og ég alltaf eitthvað svo jákvæð og breytingar eigi sér stað. En ég held nefnilega að ég hafi tekið svolítið mín vonbrigði út þarna eftir hrunið 2008. Já. Vegna þess að ég bara svona, gerist þetta? Ok, ég ætla að fara að lesa Marx. Nú eru líklegast 99% af fólks að fara að lesa Marx. Ég bara hélt þetta. Að bara eitthvað, það var bara búið að sannreina það að kapitalismi virkar ekki, nú förum við líklegast öll að lesa Marx. Og svo bara var það ekki að gerast. Og það eru liðin ansi mörg ár síðan að 2008 var og fólk hefur nú lesið Marx aðeins meira en þú veist, mjög margt af því sem ég hélt að myndi gerast var 2009 svolítið að gerast núna og ég svona einhvern veginn eftir fyrstu vonbrigði mínu þá var ég svona ok, það græðast meiri tíma en þú veist, það allavega ennþá þannig og kannski eru við að mörgu leyti svona heppin á Íslandi að því leita að það allt kannski við erum það límtil að hlutirnir hugmyndir geta breyst hraðar heldur en í stærri samfélögum. En það samt alveg ótrúlegt hvað maður að sjá eins og ég sá til dæmis bara, ég heyrði í fréttunum í fyrradag að alþjóða heilbrigðisstofnunin ásamt einhverju alþjóða vinnumálastofnun eða einhverju stofnun sem ég hafði þekkt ekki eins vel voru að segja að of mikil vinna drepur þig og bara svona já, það virkilega þetta einhver svona sannindi sem einhvern veginn öll ættu við að finnast bara tiltölulega obvious að bara ef þú vinnur 55 tíma á viku alltaf að þá bara í meiri hætta að fá hjartaáfall og líka þetta, ég brisk, ég farið við mörk þetta svo obvious sannindi finnst manni en við verðum samt, það eitthvað í tíðaröndum sem segir við verðum að segja þau vegna þess að við höfum ekki mátt segja þau í nokkra áratug út af því við erum öll búin að vera að reyna að vera svolítið sterk og sjálfstæð. Ég ætla að fá að taka upp eina spurningu úr sal. Varðandi narsissisma og siðblindu hef ég heyrt talað valinn narsissisma og siðblindu kalla einungis í samskiptum sínum með konur og síðan ekki meir og það spurt hvort að þið kannist við slíkar pælingar. Hvað segir þú, Eyja? Sko, ekki beint orðaða svona en þetta hlýtur náttúrulega að vera eitthvað sko skilt þessu með sko að ég meina það náttúrulega til kallar sem að sýna í rauninni algjörlega svona algjöra siðblindu hegðun gagnvart konunum í lífi sínu kannski, og beita konuna sína ofbeldi og eitthvað þannig en sem virðast einhvern veginn í öllu öðru samhengi vera bara hinn mestu ljúfmenni og öllu finnst þeir svo viðkunnulegir og skemmtilegir og þannig að þetta sé þá einhver svona hlið sem að þeir sýna bara en ég þekki ekki sko þannig sé ekki meiri pælingar þetta en að svona kannski fyrir að hugsa hvort þetta snúist einhvern veginn að þetta sé þá einhvern veginn svona valið að beita valdi það sem hafa tækifæri til þess og telja að þarna sé einhver veikari aðili sem að geti svona fengið útrás fyrir einhverja valdbeitingu á en haldi á öðrum stöðum einhverju svona séu með einhverja aðra grímu annar staðar. Já, akkurat. Ég mani mitt eftir því að Simone de Beauvoir í hinu kyninu, hún talar ekkert það að þetta sé einhvers konar, þú veist, þörf fyrir valdbeitingu, þú veist, þeirra karla sem að geta kannski ekki, hafa ekki mikið vald annar staðar, að þá í sínum prívatlífum að þá beita þeir frekar valdi. En ég þekki samt ekki svona, út af því að mörguleiti þetta eins og þú ert að tala karakterseinkenni einstaklings og þá þetta sálfræðilegar kategóriur sem ég hef ekki kynnt mér. Ég svona meira, ég held að við séum kannski meira að skoða formgerðir í heimspekinni
heldur en bara hvað getur verið hjá ákveðnum einstaklingi. Og það einmitt eins og með siðblindu, þú veist, siðurinn náttúrulega okkar, við erum mikið að pæla í siðferði, við erum kannski ekki, ég hef ekki skoðað mikið út frá einstaklingsleveli. Eru fleiri spurningar núna eða eigum við að tjatta áfram? Áfram tjatt? Það er kannski eitt sem að mig langar að koma inn í sambandi við þetta með bakslagið og bjartsýni og svartsýni og það, þá held ég að sko bakslag eitthvað sem á sér stað einmitt sem viðbrögð við ákveðnum framförum og sko ef þú fer á stað með einhverja byltingu og mætir engu mótlæti og það engin leiðilegu við þig út af því og allir bara taka þig rosalega vel, þá ertu sennilega ekki að ögra neinum og þá það kannski ekki mikil bylting. Þannig að það komi svona einhver svona ákveðin straumur á móti, það merki að það sé eitthvað, að það allavega eitthvað verið að hlusta og það verið að bregðast við einhverju. Já, einmitt. Það rosalega góða punktur og það náttúrulega sýnir einhvern veginn að það verið að koma við kaunin á fólki. Mér langaði líka svolítið að segja, út af því ég fann bara núna þegar við tala þetta, þá fann ég upp í hillu bók sem heitir Compassion Fatigue. Þetta sem sagt held ég úr mannfræðinni, út af því ég að stúdera þreytu og þá fór ég að skoða þetta. En þetta sem sagt þreyta á því að sýna samúð í raun og veru. Og þetta kemur svolítið mikið eins og sjáu hérna mynd af, þetta eitthvað svona mynd af barni í stríði, eða hvað það og það sem að mér finnst kannski svolítið svona við, það sem að mér finnst, það sem ég búin að vera að hugsa svolítið með þessar svona MeToo-byltingar einhvern veginn hvað þær gerast, hvað samúð skiptir miklu máli í þeim. Og hvað það í raun og veru miklar svona internetbyltingar þar sem að í raun og veru þú þarft þegar einhvern veginn að hafa rödd á internetinu og ég einhvern veginn fyrir alltaf svolítið að hugsa þú veist, eins og í svona íslenskum byltingum og fyrir ég alltaf að hugsa þú veist, hverjir hafa ekki rödd á internetinu í Íslandi sem náttúrulega í raun og veru kannski allra jaðarsettustu hóparnir og mér finnst það kannski svolítið svona út af því að við erum að pæla líka nýfrjálshyggju að þá þú veist, það sést svolítið líka bara á köllunum og það sem verið að segja kannski við kallana sem að hafa verið til umræðu í þessari byltingu að þeir eru margir hverjir opinbera persónur sem að einhvern veginn hafa svolítið svona orðið að sínu eigin vörumerki og það eitt af því sem að rosa sterkt í greiningu nýfrjálshyggju að þú veist, fyrirtæki ekki lengur vörumerki heldur einstaklingar og við, þú veist, fólk í fræðunum, við þurfum að vera með ég ekki með eigin heimasíðu og það mjög slæmt fyrir mig. Öll þurfum við að vera þú veist, við þurftum að vera heimspekingar með Instagram story og eitthvað svona. Það svolítið sterkt í þessu öllu, þessi sem sagt, já, að þetta einhvern veginn mjög mikið af fólki sem að býr í þessum veruleika, en hann ekki allt samfélagið. Og hann kannski í raun og veru, þú þarft að hafa eitthvað rými og jafnvel einhvers konar menningarkapital til þess að tilheyra þessum heimi. Og ég held einhvern veginn að það sem við þurfum kannski svona að hugsa núna eins og í síðustu byltingunni bara þú veist, hvaða hópari hafa ekki röddu. Og ég held að mér fannst það vera svo flott við bækurnar sem við erum búin að taka þátt í. Það verið að díla við það og það náttúrulega það sem við reynum að gera kannski svolítið í fræðunum að skoða bara kíma samfélagsins sem að ná ekki inn í þessa meginstrams umræðu. Já. Hvað segir þú það, Eyja? Já, ég meina það og það sko, ég fór að hugsa þetta með sko þessa svona markaðssetningu sér sem einstaklingi sem að við mitt ég með heimasíðu sko og svo ég byrjaði eitthvað uppfæran daginn, það hafði
hana held ég síðan fyrir COVID Já. en það já, og það þetta, auðvitað þetta svona þessi nýfrjálshyggju einhvern veginn þetta með að maður á að markaðssetja sjálfan sig og annars þá nær ekki langt og maður fær ekki vinnu og eitthvað svona sko og það náttúrulega líka þá partur af þessu maður á alltaf að sko vera tala sjálfan sig upp og þú hefur náttúrulega skoðað atvinnuviðtal mikið og ég meina maður mætir ekki atvinnuviðtal og segir hluti sem eru náttúrulega fullkomlega sannir eins og ég get nú stundum verið alveg klaufi og stundum verið ég rosalega stressuð þegar ég er að fara að gera þetta og eitthvað og það eitthvað sem maður á að einhvern veginn alltaf að vera að tala segja frá eigin afrekum og sem náttúrulega eins og ef ég hugsa sko eins og bara hvernig afi minn talaði, hann hefði aldrei, það hefði þótt algjörlega óviðeigandi í hans heimi, rafvirkjameistari í Vestmannaeyjum, eitthvað, að fara að tala hvað hann sjálfur væri frábær. Það hefði bara þótt algjörlega óviðeigandi og það alltaf að vera svo lítillátur. En núna þá lítillæti bara ekki inni, sko. Við eigum að vera svo, alltaf að tala svo vel okkur sjálf. Já, akkurat. Og það partur af þessum kúltúr og partur af þessu að sýna aldrei veikleika og maður á helst að gera það í svona humble bragging. Hvernig segja það á íslensku? Það maður á að gera það samt einhvern veginn, maður getur ekki gert það beint, maður þarf bara að gera það svona lúmst og það einmitt það sem við líka svolítið svona... Já, það eru náttúrulega til bæði svona smekklegar og ósmekklegar leiðir til þess að hæla sjálfum sér. Akkurat. En það má náttúrulega alveg vera með heimasíðu, sko, og þessi heimur útrúlega merkilegur og það einhvern veginn, þetta líka svo merkilegt að því leyti, þú veist, að þetta plattform fyrir alla. En það í raun að veru, það sem líka svo sterkt í þessari MeToo-bylgju bara, þú veist, hvað felst í því að vera þekkt og opinber manneskja. Og í raun að veru og hvað í raun að veru hægt að gera í valdi þess að vera þekkt og opinber manneskja. Og hvort að þær manneskjur sem í þeim sporum gera sér grein fyrir sínu valdi og séu meðvituð í raun að veru þá forréttindastöðu sem fylgir því að vera þekkt manneskja og í raun og veru hafa röddu. Það það sem að mér hefur líka fundist svolítið svona athyglisvert, sko. Það getur verið það getur verið rosalega svona áhrifaríkt þegar eins og sko ég fann í þarna fyrri MeToo-bylgjunni fyrir nokkrum árum þá fannst mér það hafa svo mikil áhrif þegar komu fram sko konur sem að í mínum augum voru svona manneskjur sem nutu velgengni og voru svona mjög svona flottar og færar og þegar þær fóru að segja frá einhverju sem að þær hefðu lent í að þá fannst mér að verða svo áhrifamikið að ok, hún líka þessi manneskja sem að ég hélt að væri bara fullkomin að hún hefur lent í alls konar. Já, akkurat, einmitt. En það líka svolítið spennandi að sjá sko hvað gerist næst núna eftir þessa MeToo-bylgju. Já. Þetta fara að verða svolítið meira kallmenn einhvern veginn að skoða sína eins og konur hafa svolítið verið að gera síðustu ár? Mér finnst það til dæmis verið eitthvað sem að maður sér svolítið poppa upp núna sem hefur ekki verið áður. Og mér finnst það vera ótrúlega spennandi líka bara sem móðir tveggja drengja. Það finnst mér bara einhvern veginn rosa spennandi, þú veist, það búið að vera svo mikið af spennandi tækifærum fyrir stelpur til þess að skoða sína reynslu, en það er líka það er svo mikilvægt fyrir karlmenn að vera að gera það.
og það eitthvað sem að kannski maður sjálfur getur ekki tekið þátt í. Þarf einhvern veginn að vera þeirra, þú veist, það þarf að vera, það þarf kannski svolítið að vera svona eitthvað kalla space og þannig. En ég er svolítið spennt að vita einhvern veginn, hvað gerist með það og einmitt hvort að verði svona, hvort að berskjöldun verði kannski bara, ja, karllægur eiginleiki eins og kvenlægur eiginleiki. Og hvort að það sé ekki alltaf markmiðið, að eiginleikar séu ekki kynjaðir í raun og veru, vegna þess að öll getum við haft alla eiginleika, sko. Einmitt. Það er mjög svona augljóst á þessari nýju bylgju að það gengur ekki að láta konur einar díla við þetta vandamál. Einmitt. Það er önnur spurning úr sal, ég ætla að varpa henni fram. Hvernig ber að bregðast við hannúð í þeim tilgangi að halda áfram með samræðina? Hvað segir þú, Eyja? Ég er að bíða eftir að þú segir eitthvað. Þetta er svo erfið spurning. Ég meina, ég held að sé bara náttúrulega fyrsta skrefið að benda á hana. Að þetta geti verið hannúð. Út af því þetta er eitthvað sem er nýtt orð og ný hugmynd og bara að þegar það kemur einhvers konar samræða og það er greinilega hannúð í gangi bara benda á það, skiptir máli til þess að fá fólk til þess að hugsa um það, sko. Og svo fer það náttúrulega kannski svolítið bara eftir dæmunum hvað ætti að gera næst, þú veist, það þarf kannski ég myndi kannski bara segja að það væri spurningum með mitt að reyna að skoða hvort að þetta sé þá eitthvað sem beinist bara gegn einum einstakling sem að þarf kannski ekkert svo mikið á samúð okkar að halda og hver er staða hinna í dæmunum. Hvort það séu kannski svona einhver hópur sem að við getum leitt augun af. Ertu sammála? Já, ég held ég sé bara alveg sammála þessu. Ég held ég hafa einhver sérstöku við þetta að bæta. En ég held þetta sé góða punktur og mikilvægt með að það þurfi að svona benda á hana og gera fólk meðvitað að þetta sé eitthvað sem á sér stað. Ég held að það eitt geta alveg verið svolítið erfitt, sko. Öll þessi nýja hugmyndir sem hafa hjálpað mér rosa mikið, eins og til dæmis áreitni og ógilding á upplifun annarra og gaslýsing. Ég veit ekki hversu vel fólk þekkir þessi hugtök. Þetta er allt eitthvað sem hefur verið að koma upp í svona fræðilegri og vísindallegri orðræðu bara á síðasta áratugnum og hafa hjálpað mér rosa mikið til þess að skilja alls konar skrítið svona órætt sem var í gangi. Ég náði einhvern veginn ekki að festa orð þá og bara með því að nefna þetta, þú veist, gæti þetta verið gaslýsing, gæti þetta verið áreitni, að það held ég að gæti verið nýjar leiðir til þess að fá alls konar hópa til þess að fara í varnir og fá ný bakslög vegna þess að það kemur við kaunin á fólki og þetta er bara eins og með gagnrýni, sjálfsgagnrýni, hún kemur við kaunin á okkur öllum. Það kemur við kaunin á mér að fá gagnrýni og það kemur við kaunin á mér því ég finn mína eigin hannúð og því maður er eitthvað, ég er alla daga að pæla í þessum hlutum en samt eru þessi fordómar inn í mér. Og þú veist, vegna þess að þetta er hluti af einhverjum félagslegum formgerðum sem eru svolítið ómeðvitaðar í okkur öllum. Já, og ég held að sé mjög mikilvægt að gera það einhvern veginn skýrt að þetta eru ákveðnar tilhneigingar sem að við höfum öll í kannski mismiklu mæli en eins og tilhneiging til að sýna hannúð eða jafnvel svona alls konar hegðun sem eins og gaslýsing eða áreitni og svona sem að því að við erum ekkert alltaf eitthvað fullkomin í samskiptum og við klúðrum alls konar og þannig að óafvitandi þá getur
getum við verið að taka þátt í einhverju sem að við í rauninni viljum ekkert vera að taka þátt í og þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að einhvern veginn að við svona öll gerum okkur grein fyrir því að þetta eitthvað sem að við getum öll og höfum sjálfsagt öll á einhverjum tímapunkti gert eitthvað af þessu en svo svo náttúrulega kannski annað þegar hlutir eru komnir út í einelti eða áreitni eða ofbeldi eða eitthvað þá það kannski einhver sem að gera rosalega mikið af þessu og beinir í kannski mjög mikið gagnvart ákveðnum manneskjum og svona og það náttúrulega þetta með mörkin og allt það að við verðum að geta einhvern veginn bæði viðurkennt að við erum öll ófullkomin og við höfum öll gert eitthvað sem við hefðum ekki átt að gera og sem við hefum kannski séð eftir og sem slæmt en og það mjög mikilvægt að hafa svona tækin til þess að koma auga á það hjá okkur sjálfum en það jafngildir ekki því að við höfum öll gerst sér hvað hræðilegt ofbeldi og það má ekki einhvern veginn láta eins og það sé alveg sama. Akkurat, einmitt. Eins og þetta með öll eru berskjölduð, öll höfum farið mörk. Þetta svolítið eins og þegar fólk segir í Black Lives Matter, þegar fólk kemur All Lives Matter, að það getur hringt yfir að það verið að tala jú, auðvitað það þannig að öll líf skipta máli, en akkurat núna erum við að tala ákveðin tilvik þar sem að svartir í Bandaríkjunum, þar sem þetta byrjar, eru í meiri áhættu heldur en aðrir hópar og þess vegna þetta ekki All Lives Matter, heldur Black Lives Matter og það þetta akkurat að vera einhvern veginn alltaf, jú, þú veist, öll eru við en samt líka það eru sértæk dæmi sem skipta máli og sumt ofbeldi verra en annað og ekki að fara við mörk. Og náttúrulega sumar manneskjur lenda miklu meira í einhverju slæmi. Ég meina við höfum öll lent í því að einhver sagði eitthvað mjög særandi við okkur, að einhver sagði eitthvað við okkur sem var mjög ósanngjarnt og þannig að ég meina við höfum öll orðið fyrir mótlæti og ranglæti í lífinu en það þýðir samt ekki að við höfum öll sömu stöðu, það eru sömu sem að verða fyrir miklu meira mótlæti eða ranglæti. Já, akkurat. Mjög góður punktar og ég ætla bara að slá bátinn í þetta núna. Við erum búið með tímann og þetta búin að vera frábærar umræður. Einmitt. Takk. Og ég þakka öllum sem eru hérna með okkur fyrir komuna og Nönnu Hlín og Eyju Margréti fyrir þarft innlegg í umræðuna MeToo sem augljóst að mun halda áfram. Og ég vil nýta tækifærið að minna á upptökur af fyrri viðburðum hægt að sjá á Facebook síðu RIK og heimasíðu stofnunarinnar. Og bara takk ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Bless, bless.